Komið sæl, Magnús Orri Schram heiti ég, ráðgjafi hjá Capacent. Við hjá fyrirtækinu vorum að velta því fyrir okkur daginn ætli það sé áhugi hjá Akureyringum að sameina Þór og Káa. Okkur langaði að nota þetta dæmi til þess að sýna hvernig maður ætti að innleiða stóra og umfangsmikla breytingu, ef áhugi væri fyrir því að sameina félögin tvö. Það kom í ljós að meirihluti Akureyringa spenntur fyrir því að rekstur félaganna sé sameinaður. Og leið vorum við hjá Capacent komið ágætt dæmi það hvernig maður ætti að innleiða stóra og flókna breytingu. Því við getum notað þetta dæmi og við getum notað önnur dæmi, hvort sem maður er að sameina stofnanir, opna nýja deild eða nýja markaði hjá starfandi fyrirtækjum. Að innleiða stóra og viðamikla breytingu flókið ferli og maður þarf að átta sig á því hvert maður að fara strax í upphafi. Maður þarf að setja saman hóp af lykilfólki, maður þarf að átta sig á því hver raun og veru þörfin maður þarf að varpa upp skýrri framtíðarsýn, fjarlæga hindranir. En þegar öll á botninn hvolft það yfirleitt þannig að það menningin sem inngróin í fyrirtækinu, stofnuninni eða í þessu tilviki bæjarfélaginu sem stærsta hindrunin. Hvernig ætlar að fá káamenn til að styðja sameinað lið Akureyrar og svo framvegis. Leið þú ert búin að átta á því hver stærsta hindrunin þá getur leið farið að leita svara við hvernig þú kemst fram hjá henni eða hvernig hún reynir að fjarlæga hana. Og það þá verkefnið í þessu tilviki, hvernig ná að skapa nýja menningu fyrir því að fólk vilji styðja og æfa hjá nýju sameinu íþróttafélagi. Það flókið ferli að ganga í gegnum breytingar, en þess vegna mikilvægt að átta sig vel á því hvert maður að fara og varpa upp skýrri framtíðarsýn. Leyfa fólki að teikna upp framtíðina eins og hún geti litið út í þessu tilviki undir sameinuðum merkjum Þórs og Káa.